fengum spurningu munin á mismunandi spasli og ég ætla að fara yfir það núna. Hérna ég með fínt spasl, hentar mjög vel í viðgerð á gifsi þegar þú vilt fá alveg silkislétta áferð. Hérna ég með mediugróft spasl, það svona hentar í svo sem flestar viðgerðir en nær alveg að slípa sig alveg silkislétt eða nota réttu grófleika á sandpapír. Síðan með gróft hérna, það hentar í svona stærri viðgerðir ef það eru dýpri holur eða svoleiðis. Ef þið eru með viðgerðir dýpra en 5 cm, þá myndi ég mæla með að fara fyrst í gifsmúr og síðan setja þá fínt eða mediumgróft yfir það til að líkist áferðinni á veggnum sem næst. Það fer rosalega eftir líka dýptin á viðgerðinni hvaða spasli lengi að þorna, en almennt mælt með svona sólarhring sem að þorna. Síðan þegar spaslar eru þurrt, þá mælum við með 120 grófleika sandpapír til að slípa þeim. Hérna erum við með votrýmisspasl, það sem hentar í baðherbergi eða þvottahús, þá mælum við alltaf með þessu. Hérna ég síðan með límspasl, ef við erum að setja upp gifsplötur, þá mælum við með að nota þetta til að líma gifsborðan í samskeytin. Það má fara með síðan þetta yfir samskeytin þegar búið að líma borðan. Tréspasl, ef við erum að fara spasl í glugga eða húsgögn, ef við erum að fara að lakka yfir, þá mælum við alltaf með þessu. Það er fljótara að þorna og verður alveg silkislétt þegar búið að slípa það. Síðan ég hérna með akrylkíti, það er notað í þá kverkar á veggjum, svo sem það gifs eða steinn. Líka þetta notað í frágangi í glugga eða panelveggi og svoleiðis. Og síðan er það til í mörgum litum, og síðan er það alltaf yfirmálulegt. Ef það eru eitthvað fleiri spurningar, setja það bara í kommentin og við reynum að svara eins og við getum.